Fyrir 8 árum síðan flutti starfsemi Fæðingarorlofssjóðs frá Reykjavík til Hvammstanga en enginn af þáverandi starfsmönnum kaus að flytjast með hingað norður. Við skulum kíkja inn á skrifstofu sjóðsins og kynna okkur starfsemina nánar. Leó, hvers vegna var sjóðurinn fluttur hingað á Hvammstanga á sínum tíma? Já, þetta var bara ákvörðun þáverandi stjórnvalda að efla opinbera starfsemi á landsbyggðinni og á þessum tíma var ákveðið að flytja sjóðinn frá fyrsta lagi Tryggingastofnun yfir til Vinnumálastofnunar og síðan að reyna að finna honum stað einhvers staðar á landsbyggðinni og þetta var bara þá ákvörðun núverandi forstjóra Vinnumálastofnunar og þáverandi ráðherra að finna honum staði hérna á Hvammstanga og hérna hefur hann verið síðan. Nú mikið talað flutning Fiskistofu út á land. Var svona mikil umræða þennan flutning ykkar? Nei, ég held að megi segja það. Það verið bara mjög lítil umræða þennan flutning og við lengi talað það, kannski bestu meðmælin með starfseminni og þessum flutningi sé einmitt þessi litla umræða sem hefur verið og bara merki þess hversu vel tókst til í þetta skiptið. Mér skilst að enginn af fyrri starfsmönnum sjóðsins hafi flust með hingað til Hvammstanga, þannig að erum við að tala að starfsemin hér hafi bara byggst upp af heimamönnum. Já, það er rétt. Það var enginn þáverandi starfsmanna sem flutti með sjóðnum og Vinnumálastofnun tók þá ákvörðun að auglýsa bara eftir þá 9 stöðugildum á sínum tíma. Nú, það var strax mikill áhugi fyrir þessum störfum. Það voru 40 manns sem sóttu þessi 9 stöðugildi og fjölmargir háskólamenntaðir starfsmenn og það gekk bara mjög vel að ráða. Þetta voru bæði heimamenn og brottfluttir íbúar svæðisins og aðrir sem sóttu og fengu hér í vinnu. Til að mynda þá hafði ég engin tengsl við Hvammstanga, fæddur uppalinn á Akureyri og bjó svo lengi í Reykjavík. Sá þarna bara mikið tækifæri að komast út á landsbyggðina. Og hvernig starfsemi sjóðsins háttað? Já, okkar helsta hlutverk er að reikna út og greiða fæðingarorlof og fæðingarstyrki og þetta mikill fjöldi einstaklinga sem sækir til okkar ár hvert. Við erum að greiða þetta kannski 12 til 14.000 einstaklingum á hverju einasta ári og útgjöldin eru há, allt frá 8 milljörðum upp í rúma 10 milljarða þegar mest lét. Þannig að hér mikið umleikis hjá okkur. Mér skilst að það hafi verið mjög mikið að gera hérna hjá okkur rétt eftir hrunið. Já, þá var talsverð fjölgun fæðinga og árin í kringum hrunið og fljótlega eftir hrunið eru með stærstu fæðingarárum Íslandssögunnar. Þannig að það er rétt, það var mjög mikið að gera hjá okkur á þeim tíma. En nú virðist vera að draga úr fæðingum? Já, það hefur verið fækkun núna síðustu 2 ár og árið bara svona í lægri kantinum en vonandi fer þetta síga upp aftur. Samskipti ykkar við kúnnan ykkar, þau fara aðalega fram í gegnum tölvupóst, eða ekki, og í gegnum síma? Jú, það einmitt eitt af því sem var lagt upp með strax þegar sjóðurinn var fluttur út á land að efla þessa rafrænu þjónustu og þetta unga fólk sem að sækja greiðslur í sjóðnum að það vil helst ekki þurfa að mæta á skrifstofur opinberra stofnana og bíða þar í biðröðum. Þannig að það var strax lagt upp með það að þjónustan yrði sem mest veitt í gegnum netið og á netinu. Og ef það gengi ekki, þá myndi síminn taka við og þriðja leiðin væri þá að mæta á skrifstofuna. Þessu pappírsflóðið það hefur minnkað mikið með árunum. Nú þetta samkeyra meira af upplýsingum bara milli tölvukerfa, milli stofnana og við stöndum nokkuð framalega í þeim efnum. Það var miklu meira pappírsflóð hérna fyrir örfáum árum síðan en það hefur minnkað og vonandi á eftir að minnka enn frekar. Það dúkkar alltaf reglulega upp umræða fæðingarorlofsgreiðslur á Íslandi og það verið að miða til dæmis við hin Norðurlöndin og það oft verið að gagnrýna að hér á landi fái fólk aðeins greitt hlut af laununum sínum með þeir í fæðingarorlofi en fái sambærilega tölu erlendis eins og að væri í fullu starfi. Verðið þið var við svona umræðu? Er fólk að koma með svona kvartanir hérna inn á borð til ykkar? Já, við fáum að heyra bæði kvartanir og mikið hrós en lengstum hefur nú íslenska fæðingarorlofskerfið þótt mjög gott og sérstaklega þeirra snýra að feðrum og þeirra réttindum
og verið rauninni fyrirmynd annarra þjóða hvað það varðar. En það má náttúrulega segja eftir hrunið og í kjölfar hrunsins þá var talsverð breyting hjá okkur að gefnu tilefni að sjálfsögðu. Stjórnvöld þurftu náttúrulega að draga saman og útgjöld sjóðsins þurftu að lækka. Þannig að það var farin svo leið tímabundið að lækka hámarksgreiðslur úr sjóðnum og auðvitað hefur það skapað svona ákveðna óánægju, sérstaklega hjá feðrum. Við höfum alveg merkt það að þeim hefur fækkað talsvert í fæðingarorlofstökunni og rekjum það væntanlega til þess hvað hámarkið lækkaði mikið. En það ekki svolítið slæmt að feður veigri sér við að taka fæðingarorlof? Jú, að sjálfsögðu, það er mjög slæmt og sannarlega var eitt megin markmið laganna að fá góða þáttöku beggja kynjanna í fæðingarorlofi og jafna þannig stöðu kynjanna bæði inn á heimili og eins út á vinnumarkaði og að börn fá að njóta samvista við báða foreldra sína þessi fyrsta tíma í sínu æviskeiði. Þannig að sannarlega það mjög slæmt og ég held að vilji stjórnvalda hafi alltaf staðið til þess að bæta aftur í þegar betur fyrir ára og auka þá fæðingarorlofstöku feðra að nýju sem var í kringum 90% fyrir hrun sem bara býsna gott og ég held að gerist hvergi annar staðar með slíkum hætti að þeir nýta þetta svona eins vel eins og þeir hafa gert hérna.